Hæð í þríhyrningi. Hæð í þríhyrningi er lína sem er dregin úr horni hornrétt á mótlæga hlið. Þannig að ef ég stendur þessu horni hér, þá teikna ég línu úr horninu og hún myndar 90 gráðu horn á línuna sem er beint á móti horninu. Takt eftir, hæðir liggja gegnum hornrétt 90 gráður á mótlæga hlið. Sem sagt, ég er að segja þetta með öðrum orðum að línan hér, sem er kölluð hæð, myndar 90 gráðu horn á mótlæga hlið hornsins. Hæð er mjög mikilvæg vegna þess að ef við skoðum þennan stóra þríhyrning þá er ekkert horn í honum 90 gráður. Leið og ég teikna hæðina þá er ég búinn að splitta honum upp í 2 parta, lítinn part og stóran part, öðrum orðum hægri og vinstri þríhyrning. Báðir þessi litlu þríhyrningar eru núna með 90 gráðu horni og ég get þá með góðu móti reiknað út allar lengdir og horn að því gefna að ég hafi nægar upplýsingar. Hæðin er merkt með bókstafnum H og X-ið er þá bókstafurinn á línunni sem hæðin lendir á. Þannig að ef þetta væri hornið A, þá er þetta hliðin A og þetta er þá hæðin af A. Báðir bókstafir eru merktir með litlum bókstaf. Takt eftir, í kvassindum þríhyrningi þá lenda allar hæðir innan þríhyrningsins og skerast þar í einu punkti. Hér er búið að teikna allar hæðirnar, rauða, græna og appelsínugula. Það mynda allar 90 gráðu horn á hliðinni beint á móti horninu sem hæðin er dregin úr. Hér er græna dregin úr horninu C og hún lendir þá hornrétt á línunni C og fær nafnið HC. Hér er appelsínugula línan dregin úr horninu B og hún myndar 90 gráðu horn á hliðinni B og fær þá nafnið hæðina B eða HB. Hér er hornið A og hér er lína dregin beint niður á línuna A, myndar 90 gráðu horn og þessi rauða hæð fær þá nafnið H af A eða hæðin af A.